Taktikinn í boði Jakko og Jóðem Jóð. Let's go. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Við ætlum að fjalla knattspyrnuþjálfun í þessum þætti. Oft verða ákveðnir árekstrar milli foreldra og þjálfara einfallega vegna þess að það kannski skortir einhverja ákveðna innsýn og við ætlum að reyna að gefa þessa innsýn hér í þessum þætti og til mín í setti komið með hann Atla Fannar, knattspyrnuþjálfara. Velkomin Atli. Vel. Þú ert þjálfari hjá KA núna. Hvað ertu búin að vera að þjálfa lengi? Ég held þetta sé 8. árið mitt sem ég er að þjálfa. Og þannig að þú ert búin að vera að þjálfa í raun, já, alveg niður í á yngstu og já, alltaf því upp úr? Já, allt frá 8. flokk sem er náttúrulega bara leikskólaaldur og upp í 3. flokk sem er 10. bekkur. Já. Þannig að það er mikið aldurspil þar á milli. Og við höfum hérna þátt undir að því þetta eru rosalega mörg aldurspil og það er rosalega mismunandi nálgun í raun á hvert og eitt bil. Já, það er bara, þó að sé stutt á milli 8. og 7. þá er samt himinn og haf þar á milli bara í þroska og annað, sko. Þannig að, bara hver flokkur þarf alltaf aðra nálgun heldur en sá næsti, sko. Já. En við tölum foreldra, því þetta er alltaf mjög mikilvægt að vera í góðum samskiptum við þá og maður sér oft þessi sömu vandamál rekast á aftur og aftur og eitt algengt vandamál er til dæmis getuskipting í lið. Já, það er eitthvað held ég sem hverfur aldrei, það er ákveðin, hvað á maður að segja, ákveðnir foreldrar sem vilja fá ákveðið mikið út af börnunum sínum og svo eru bara sum börn sem vilja sjálf ná langt, þannig að þau koma heim og kannski kunni ekki að sjá sig á æfingu, þannig að við fáum það þar alveg skilabóð frá foreldrum, frekar en krökkunum. Þannig að þetta er eitthvað sem maður hefur þurft að díla við og mér finnst við svona einhvern veginn pínulegilegt að segja, mér finnst við þurfum að díla alltaf meira og meira við að einhvern veginn svona undanfarið síðustu ár heldur en þegar maður byrjaði, sko. Já, þetta eykst bara frekar að það sé verið að skipta sér af? Já, mér finnst það. Mér finnst afskiptasemin svona frekar aukast heldur en minnka. Getur oft verið mjög góð að, sýnir bara að foreldrum er ekki sama og, þeir vilja fá metnað frá okkur og metnað frá börnunum og allt þess áttar. Þannig að, það getur verið gott, það er ekki alls slæmt. Og þegar þú ert með stóra flokka, þá getur þetta verið mörg lið, jafnvel 10 lið og oft er þetta þessir einstaklingar sem eru akkurat á mörkunum að jafnvel komast upp í næsta lið eða eru settir í liði fyrir neðan þar sem er einhver svona, kannski smá vafatrið og lítið sem að sker úr hver fer upp og hver fer niður. Já, það er náttúrulega, kosturinn við stóra flokka, eins og segir, þeir eru með 70-80 sem við vorum einu sem með í 7. flokk. Og eftir ég var breytt í 5-mannabolta, að þá er lið minni, sem þýðir að getur munurinn á milli liða, verður alltaf minni og jöfn geta innan liða, sem er virkilega gott, en það getur þá líka verið það að í staðinn fyrir að vera með í 7-mannabolta, það sé út með 8-9 leikmenn í liði, þá ertu búin að minnka það niður í 6, max 7 og þá er alltaf einhverjir 2-3 sem er ekki að komast í til dæmis bara ef við tökum A-liðið, skilurðu. Að mesta pressan er oft frá foreldrum hjá krökkum sem eru á barmi þess að komast í A-liðið. Þar er sjáðu tækifæri fyrir krakkana að vera ofarlega, framalega í íþróttinni. Og það er eins og það getur verið gott en það getur líka verið slæmt og við höfum alveg fengið mörg dæmi það að það sé ekkert rosalega gott að þegar foreldrar eru með þetta mikla pressu og það sýnir bara, margir foreldrar hugsa oft út frá því að, hvernig samfélagið sér þau. Þau eru að ýta krökkunum áfram í íþróttum, í skólanum og þess áttar, vilja krakkarnir skari fram úr eða standa sig vel og stundum bara virkilega vel af því að, þau fá kannski eitthvað meira svona samþykki frá samfélaginu að, sjáu þið, börnunum gengur vel, við erum í góðu vinnum, allt þetta, skilurðu. Og þetta er náttúrulega örugglega tengt samfélagsmiðlum líka, að þessi, ásýn á þitt líf, að auglýsa allir sitt líf dálítið mikið í dag.
Þannig að foreldrar oft, eins og ég setja pressu á að krakkarnir standi sig vel í íþróttum og skólanum, en maður spyr sig oft, hefur þá spurt barnið þetta bara hvernig líður? Líður þau vel að vera, oft er þetta ómeðvitað, að foreldrar séu að setja þessa pressu. En líður börnunum alltaf vel með það að vera með alla þessa pressu á bakinu, þú verður að standa vel í skóla, þú verður að standa vel í íþróttum og allt þetta. Það er oft rosalega mikið að setja á einstakling sem er ekki nema 8-9 ára kannski. En svo það, í gegnum þetta allt saman, það er ekkert oft sem að sér einstakling sem að er alltaf bestur í sínu liði upp alla yngri flokka, því að það er 5 manna bolti og síðan verður síðan 7-8 manna bolti og síðan 11 manna bolti. Þannig að ef ég er í B-liði, jafnvel bestur í mínu B-liði, að þá er ég öllum líkindum að fara að komast í A-lið þegar að það verður allt í náttúrulega fleiri leikmenn inn á vellinum og svo aftur gerist það í 11 manna boltanum. Þannig að ég sem leikmaður þroskast oft hreinlega meira bara af því að vera bestur eða að fá meiri spiltíma í liðinu fyrir neðan mig heldur en ef ég væri á bekknum fyrir ofan. Já, klálega. Þú græðir alltaf á því að fá að spila fleiri mínútur. Þú lærir langmest á að spila leiki. Því að það er einhvern veginn, þar kemur max fókus og áhugi og allt þetta fram. Þar viltu virkilega standa. Þú getur mætt á æfingu og verið bara, átt slæman dag, eitthvað þetta, fókusin ekki í lagi og allt það, skilur. En einhvern veginn þegar þú labbar síðan inn á völlinn og þú veist þú ert að fara að spila, það skiptir máli. Það er eitthvað undir, Þá færðu oftar en ekki max framistuðu frá krökkum og bara fullorðnu fólki líka. Þannig að, það er ekkert að örvænta þó að barnið sé ekki í A-liði 7-8 ára, og þó við séum að tala eins og ég segi, bara að þú nefndi það, fara úr 5 upp í 8 manna bolta, fara úr 7 upp í 5. Að sá sem spilar, að sjálfsögðu þegar þau eru svona unga, þá reynum við að hafa jafnan spiltíma. En það er alveg munur á að vera, lakastur í A-liðinu eða bestur í B-liðinu. Þú ert með stærra hlutverk í B-liðinu, þú skiptir þannig séð meira máli, innan hópsins að og þar af leiðandi færðu fleiri spilmínútur. Já. Þannig að það er ekki, foreldrar geta ekki horft á það, þó þau vilja barnið sé í A-liði, þá geta þau ekki horft á það sem slæma hlut að krakki sé í B-liði. Það er bara, það er ekki hægt. Og í dag þegar flokkar eru með 10-15 frábæra leikmenn, sjálfsögðu færðu það marga þegar þú ert með 70-80 manna hóp. Já. þá bara ekki hjá öðru komist, sko. Þannig að þú veist, og líka kannski fullt dramatískt að vera að stressa sig á því þegar krakkin er í 7. og 7. flokk, skilur við, þú veist. Það hvað maður segja, það er pínýtt, þú veist, það er óþarfi. Já. En líka ef þú vilt að barnið þitt nái langt, þá verður að læra það og þú þekkir það sjálfur sem knattspyrnumaður að maður þarf að takast á við mótlæti. Þú ert ekkert alltaf í liðinu, þú ert ofta á bekknum eða þú lendir líka í meiðslum og þá ertu ekki með. Þannig að þetta þarftu að læra og það er bara mjög gott að nýta yngri flokkana nákvæmlega til þess að læra að takast á við mótlætið. Já, já. Og það er klárlega kostur frekar fyrir B-liðsleikmanninn að vera bestur þar og reyna virkilega að reyna að hafa fyrir og vinna sig upp í A-liðið. Heldur en kannski einhver sem er alltaf í A-liðinu, svona, þú veist, er mikið kannski eitthvað á bekknum í A-liðinu, skilurðu. Og það er meiri líkur á að hann, mér finnst það að vera þannig, að það er meiri líkur á að hann slækja á, auðvitað einhverjir sem bara virkilega leggja á sig bara komast í byrjunarliðið, þú veist, og reyna að vera bestur í A-liðinu. En það er oftar en ekki frekar þannig að, þú veist, krakkar hugsa þannig. Ég er komin í A-lið, þú veist, markmiðinu náð. Þú veist, þeir hugsa ekki þannig að markmiðið er bara, þú veist, ég ætla aldrei að vera tekin út af, ég ætla að vera bestur. Þú veist, það er oft ekki alveg þannig, þú veist, þeim finnst meira eitthvað svona mission að ná A-liðinu, svo eru konið þangað, þú veist. Og meira líkur að sá aðalí slakar á heldur en að B-liðsdrengurinn hafi kannski, þú veist, virkilega reynir að stíga upp og komast í A-lið. Þú veist, þá er hann búinn að þurfa að hafa fyrir. Já. Þú veist, og ég meina bara munurinn á síðan, þú veist, 8 og 11 manna bolta er, þú veist, alveg heill hellingur. Af því að þar kemur líka inn eitthvað sem er alls ekkert búið að koma í ljós kannski í 5 og 7 manna bolta eða 5 og 8 manna bolta, og það er þroskinn. Já.
menn taka út rosalega misjafnan þroska. Auðvitað þetta ekkert oft alveg augljóst hver þú getur ekkert númera leikmenn alveg frá einum og niður í 50-70 en maður kannski þarf að horfa á þetta þannig að þjálfarinn hann hlutlaus aðili, hann aðili sem með á öllum æfingum og hann hefur í þá raun bestu tólin fremur en einhver foreldri sem á 1 eða 2 eða jafnvel 3 börn í flokknum til þess að taka þessa ákvörðun þó að hún sé alltaf kannski einhverju leyti huglæg þegar það lítið sem að munar á milli. Já, sjálfsögðu. Og við erum ekki að mennta okkur og taka KSÍ þjálfaragráður og eyða fullt af tími að verða betri þjálfarar af því við höfum ekki hundsvitaði hvað við erum að gera. Við höfum áhuga á þessu, við viljum verða betri þjálfarar, klárlega, það vilja allir. Og svo eins og margoft sagt, þú fer ekki með bíliðinn á bifvélaverkstæði og segir bifvélavirkjunum hvað hann á að gera og hvernig hann á að laga bíliðinn og hvaða tól hann á að nota. Akkurat. En að þetta íþrótt og þetta meira opið, þá virðast flestir vera sérfræðingar í þessu. Þú getur setið heima og hort á fótbolta og annarhver maður næsti Klopp. Já. Það bara er ekki þannig og að sjálfsögðu ert þú með mjög hlutlægt mat þegar kemur á barninu. Það bara þannig. Já. Á meðan eins og ég segi, við erum með þessa krakka á hver einustu æfingu. Við erum að fylgjast með þeim eins mikið og hægt er. Við erum með í litlum hópum æfingum sem þýðir að við erum með marga þjálfara æfingur, reynum það. Þannig að hver fái meiri tíma frá hverjum þjálfara. Þannig að við sjáum krakkana miklu meira heldur en foreldrarnir sjálfir. Og svo hefur maður oft fengið eitthvað tuð frá foreldrum og maður tekur meira eftir að þessi foreldrar mæti ekki eins og horfa á æfingar. Við sjáum einhverja leiki og eitthvað svona. Ég veit ekki hvernig krakkinn að standa sig á æfingum. Nei. En því við sjálfsagt að barnið sé bara í A eða B-liði. Þó það sé langt frá því. Þó að hans getustig sé bara D-lið. En maður hefur alveg fengið bara ég vil að dóttir mín sé í B-liðinu. Akkurat. Það bara virkar ekki. Þetta snýst líka rosalega mikið um það að gefa krökkum verkefni við hæfi. Hvað líður þeim vel? Líður þeim vel að ef við myndum hlusta á alla, bara henda, taka alltaf 1 og 1 til skiptis, bara henda þeim í A-liðið. Myndi barninu líða vel á að sjá það bara svart á hvítu þar, vera eftir á, vera hægari, með lakara touch, allt þetta, og það yrði rauninni bara keyrt yfir hann. Myndi barninu líða vel með að mæta bara, í draumaverkefnið með A-liðinu. Já. Myndi ég líða vel að bara láta valta yfir sig og bara, shit, ég get ekki. Þá ekki meiri líkur á að hann gefist upp heldur en hann hafi þá eitthvað að stefna. Ég vil meina það. Akkurat. Talandi fótbolta, það komið að hálfleik og vel það í þessum þætti. Þannig við tökum okkur stutt auglýsingarhlé hérna. Taktikinn í boði Jakko og Joe's Akureyri. Let's go. Já, við flautum seinni hálfleikinn hérna á í taktíkinni. Við erum að gefa smá innsýn í líf knattspyrnu þjálfarans og störf hans. Það er ekki bara þessi getuskipting þar sem eru árekstrar, það líka í því hver stjórnar eins og í leikjum. Þannig við tölum bara kappleikina líka. Það eru þessi innáköll og oft eru þau hreinlega mun meira truflandi heldur en á nokkru leyti hjálpleg. Já, við höfum rosalega oft þurft að díla við það og bara, jafnvel þurft að labba yfir og segja foreldrum að haga sér og halda munninn úr lokkunum. Ég hef margoft þurft að gera því miður, en það er bara, það er rosalega vont fyrir okkur og krakkana að við erum kannski búin að segja þeim, það er eitthvað smá gameplan skilur, við viljum fá ákveðnar hreyfingar eða eitthvað frá leikmönnum að en síðan stendur einhver pabbi sem þykist vita miklu meira og veit ekkert hvað við erum að reyna að fá fram úr í hverjum leik fyrir sig. Þá stendur hann og er að garga eitthvað allt annað skilur og segja mönnum að hlaupa eitthvað allt annað og svo er ég að reyna að garga mitt plan, þannig að hann er að fá 2, jafnvel 3 mismunandi skilaboð
endanum snýst krakki bara hringi bara, þú veist, hvert á ég að fara, hvað á ég að gera, sko. Já. Þú veist, þannig að það er ekkert rosalega gott, en sem betur fer eru, þú veist, það er ekki bara þjálflega KA, þú veist, sem betur fer eru KA-foreldrar mjög lítið í þessu og ég vil meina að við séum mjög góð í því að bara hvetja liðið og krakkana áfram, þú veist. Það er alltaf, þú veist, alls staðar sem það kemur, sama hvar það er. Þú veist, það er alltaf einhver svartur söður, þú veist, það er bara þannig. Að sem að þarf að, þú veist, segja til, en þú þarft þess yfirleitt ekki nema bara einu sinni. Þú veist, og þá er það bara búið, þá veit það. Að þú vilt líka ekki vera foreldri sem fær þjálfarann labbandi hérna, hringir í kringum völlinn bara til að segja þér að þegja, sko. Nei. Þú veist, það er ekkert rosalega gott fyrir þig. En maður sér alveg þessa leikmenn í leikjum sem eru farnir að horfa alltaf upp í stúku og eru þar að leita eftir einhverju samþykki eða er pabbi eða mamma reið eða hvernig eru viðbrögðin og þetta tekur einbeitinguna af leiknum. Já, og þetta finnst okkur, ég ætla ekki að fara aðlaga, ég ætla bara að segja mér, að þetta finnst mér til dæmis mjög vont. Að eins og segir, einbeitingin er einhvers staðar annars staðar. Einbeitingin er þá, þú veist, á mömmu og pabba eða afa eða einhverjum skilur sem skiptir rosalega miklu máli. Og það er alveg gott og gilt að þú sért með einhvern sem þú vilt standa þig fyrir. Að hvað maður segja, það kannski ruglar pínu markmiði hjá barninu. Já. Þú veist, er markmiðið mitt að þóknast mömmu og pabba að ég sé að þú veist, skora þetta mörg mörk, að ég sé að þú veist, verja þetta marga bolta eða þú veist hvað það er. Þú veist, er það nógu gott markmið fyrir barnið að þú veist, að það sé pressan frá foreldrum, endalaust að líta upp í stúku, þú veist, á hliðarlínuna, þú veist, ef pabbinn kallar þá kemur svona svipur, skilurðu, svona, þú veist, maður hefur oft séð þetta. Já. Þú veist, og það er ekkert rosalega gott fyrir krakka. Þú veist, þess vegna sé að, þú veist, markmiðið hjá foreldrum er náttúrulega eingöngu bara að vera það að hvetja, og meðal leikstendur, að hvetja og milli leikja bara að, þú veist, halda krökkum á tánum og svona level-headed, þú veist, bara alltaf klárum, sko. Þú veist, ekki fara eftir leiki og byrja að tala við hann bara, þú veist, það verður að gera þetta betur, þú veist. Hann læri það, hann veit það, þú veist, krakkinn veit það alveg. Þú veist, hann fær að heyra það frá öðrum inn á vellinum, þú veist, frá samherjum. Þú veist, þú færð komment og allt þetta. Já. Þú veist, þannig að það er nógu slæmt, þú veist, svo kannski tökum við það nút og bara, heyrðu, þú veist, í staðinn fyrir að gera þetta, þú veist, gerðu þá þetta, þú veist, við viljum frekar fá þetta frá þér heldur en að gera hitt, skilurðu. Þetta er starf þjálfarans þarna að leiðbeina og oft líka maður sjálfur sem leikmaður, maður veit alveg hvaða mistök maður gerir og maður gerir mistök í öllum leikjum og við vorum að ræða bara hérna í þessum þætti í skákina, sko, að þú veist, þú getur ekki sigra nema að gera mistök. Það fer bara eftir hvernig dílaru eða tekuru á við þau mistök sem þú gerir í leiknum. Já. Það er náttúrulega klárlega það sem við erum að gera, er að reyna að minnka mistökin hjá leikmönnum með því að reyna að stýra þeim, þú veist, og sýna þeim að, þú veist, í staðinn fyrir að snúa svona, þú veist, snúðu þá hinsegin, taktu svona móti boltanum, þú veist, reyna að minnka þessi litlu mistökin, telja í lokina, þú veist, ef þú snýr svona, til dæmis ert að fá boltan út á kanti, þú veist, snýrðu bakinn í völlinn, snýrðu bakinn í hliðarlínuna, þú veist, hvernig snýrðu? Þú veist, ef þú snýr bakinn í völlinn, tekur á móti boltanum, þú veist, það er veistu, oft ekkert og sérstaklega í yngri flokkum að það, þú veist, krakkar eru ekki ennþá búin að læra það að tala við hvort annað, skilju, senda skilaboð, þú veist, maður í bak, þú veist, spila á hann tilbaka, allt þetta, þú veist, þannig að við erum líka að reyna að hjálpa þeim bara að, hvað á maður að segja, þú veist, reyna að gera þetta pínu á eigin spýtur, þú veist, hvernig snýrðu, þú veist, getur þú snúið bakinn í hliðarlínuna, þú veist, þá þarftu minni hjálp á að vita hvað þú þarft að gera næst, þú veist, þá sérðu miklu frekar hvað er að koma heldur en þú snýr baki, þú veist, og allt svona, þetta er fullt af svona litlum hlutum sem, þú veist, við reynum að hjálpa þeim með til að minnka svona minor mistakes, þú veist, sem telja á endanum. Og veit þetta líka sem leikmaður geta tekið þínar eigin ákvarðanir. Þetta er ekki eins og PlayStation tölva sem þú getur verið að stjórna leikmönnum allan leikinn. Leikmaður þarf að kunna taka ábyrgð og vita hvernig hann á að bregðast við í aðstæðum og við vitum það þegar við erum að kalla inn á völlinn, það tekur ákveðin tíma að kalla inn ákveðin skilaboð, að hlusta eftir þeim, meðtaka þau og svo framkvæma. Þannig að þegar maður er að tjá sig einhver augnablik í hita leiks, leikmaður getur engan veginn hlustað og tekið við svoleiðis skilaboðum nógu hratt. Nei, hann tekur ekki við nema bara brota þig, þú veist. Það sem hann hlustar mest á er, þú veist, þegar kallar hann til þín bara á hliðarlínuna, þú veist, næst þegar þú gerir þetta, þú veist, gerir þetta þá svona. Já.
Þú veist, bara prófaði að gera þetta á þennan hátt, þú veist, eitthvað. En ekki leið þú ert að, þú veist, kallinn á völlinn, þú veist, hann búinn að ákveða hann að fara að gera eitthvað annað, síðan kalla þú og segir hann að gera eitthvað allt annað, þú veist, þá meir líkur að koma bara panika og koma ekkert út því, þú veist. Þetta snýst líka það að leyfa að gera mistök, þú lærir langt mest að gera mistök, þú veist. Þess vegna erum við að reyna að leiðbeina þeim en ekki að garga, þú veist, fara til hægri, snúðu, þú veist, allt þetta, þú veist. Já. Hann verður að læra þetta sjálfur, hann verður að læra, þú veist, þá tökum við frekar til í það bara, heyrðu, snúðu á hlið, þá sérðu bæði það að boltinn að koma og þangað sem þú vilt fara, þú veist. Ekki bara garga snúðu eða, þú veist, eitthvað svona, þú veist. Reyndu frekar að kenna honum hvernig hann getur gert það sjálfur, þú veist, eins og þú sagðir, tekja ábyrgðina og stjórna sínum eiginleik. Já. Því með of miklum skilaboðum þá fyrir líka að treysta það að þjálfarinn segir mér bara alltaf hvað ég á að vera að gera og ég þarf ekkert að vera að taka neinar ákvarðanir. Nei, ég meina, þú veist, það bara, ef það endalaust mataði að einhverju, þá verður það bara vani, þú veist. Við venjum okkur á, getum vanið okkur á allt í rauninni og þetta bara hlutthæði, þú veist, ef þú fær endalaust skilaboðum hvernig þú átt að haga þér, hvernig þú átt að spila, þú veist, þá ferðu á endanum að gera það. Þú fer að taka því bara og svo allt í einu færðu nýjan þjálfara sem hættir að garga þig. Hann tekur þig bara til hliðarinn á milli og tala við þig. Þú veist, hvað gerist þá? Þá held ég að fara að gera miklu fleiri mistök inn á vellinum af því að þú ert ekki að fá skilaboðin þegar þú þarft þau. Já. Nú erum við búin að tala mjög mikið það hvað sko foreldrarnir eiga ekki að gera. En sjálfsögðu hafa foreldrarnir líka hlutverki að gegna í þessu öllu saman og sérstaklega þegar kemur eins og að mótum að vera til staðar af því að stundum hefur maður heyrt af hverju þjálfarinn ekki bara með liðinu öllum stundum og vill þjálfarinn ekki líka fara út að borða og gista með liðinu og halda utan um alla sem mjög mikið þegar maður horfir á utanafrá að vera með krökkunum allan daginn, að þjálfa allan daginn í leikjum og alltaf svo líka að vera með þau eftir. Þarna kemur mikilvægt hlutverk foreldrarinn. Já, mjög mikilvægt, þú veist, bara eins og fyrir okkur. Við erum með 10-12 liðstundum og við kannski komumst ekki nema 3 þjálfarar á móti, þannig að við erum bara hlaupandi frá 8 stundum til 10 á kvöldin bara milli valla alveg á fullu, þú veist. Þannig að þegar það orðin svona, þú veist, þú verður pínu grillaður í hausnum bara, þú veist, og fer að segja sömu hlutina og allt þetta, þú veist, seinnipartinn á daginn því að þú bara búin að vera í sömu rútínu út daginn. Já. Þannig að þá rosalega gott fyrir þjálfarana til dæmis að geta verið á sínum eigin stað, það sem að gista hvort það bara í sér skólastofu eða einhvers annar staðar. Líka bara þar sem þeir geta þá, veist, bara aðeins anda, ná sér niður og bara talað hreint út við hvern annan, þú veist, hvernig dagurinn gekk, þú veist, hverjir að standa sér vel, þú veist, hverjir þurfa aðeins að rífa sig í gang og allt þetta skilur, þú veist, og hvernig funkar hvaða lið best, þú veist. Af því að, þú veist, í 7. flokk ertu ekkert endilega með 2 varnarmenn og 2 sóknarmenn, þú ert kannski bara með, þú veist, 4 gauðra inn á sem bara vilja spila einhvers staðar, sko. Já. Þú veist, þannig að það ertu líka pínu, þú veist, getur gefið okkur líka meiri innsýn á að geta spjalla saman eftir á bara hvernig liðið funkar best, þú veist, hver bestur að koma honum í spil upp úr vörninni, þú veist, og allt þetta. Og það komið eins og með foreldrana, þú veist, að það skiptir rosalega miklu máli fyrir þá að geta haldið krökkunum svona á jörðinni á millileikja og, veist, en samt á tánum, þú veist, þannig að sé ekki að slaka á eða fara í of mikil híblalæti eða allt þetta. Þú veist, auðvitað þurfa að fá að vera börn og allt það. En þú veist, þetta eru bara 2-3 dagar sem mótin eru og þá kannski þarf maður aðeins að hafa vit fyrir þeim. Þú veist, kenna þeim að slaka á líka. Þarna þessi verkaskipting líka svo mikilvæg eins og segir, þetta gefur þjálfurunum tíma til þess að endurskipuleggja sig og koma ferskar inn í næsta dag og þarna getur þó foreldrar verið að nýta tímann til þess að einbeita sér að góðri næringu, að góðum svefni, að góðri hvíld og endurheimt sem að skiptir gríðarlega miklu máli að ég sem foreldri á að vera að horfa á þessa þætti miklu frekar en hvernig á ég að stýra leiknum beint og kannski bara skýra þessar línur milli hlutverks foreldris og annars vegar þjálfara. Já, og setja líka bara svona góða fyrirmynd fyrir krakkana, hvernig á ég að vera, þú veist, ég á móti og allir krakkarnir með það markmið að vinna mótið, það bara þannig, þú veist, þannig að það líka setja fyrir þau svona góða venjur, þú veist, eins og þú segir, næringu, svefn og allt það, að kenna þeim, þarna rosalega mikilvægt fyrir foreldra að kenna þeim, þú veist, hvað þau eiga að vera að borða,
hvað næringaríkt, hversu mikið svefn þurfa þau, hversu mikið hversu mikið ætlar að leyfa þeim að hlaupa á göngunum í skólanum alveg á fullu, skilurðu, eru þau þá ekki bara sprungin daginn eftir, búin að vera að spila fótbolta í 5 tíma eða eitthvað og koma síðan og halda áfram að hlaupa, þetta er líka, maður hefur alveg séð fullt af foreldrum sem bara, þetta er ákveðin list sko, að kunna þetta, maður séð fullt af foreldrum sem geta haft svakalega ofan fyrir krökkunum, bara með því að, spjalla við þau, þau fara að spila við þau, allt þetta, fara bara með þau, bara það, bara fara út að labba, skilur, bara labba í kringum bæinn sem við erum í, eða, eitthvað, bara, aðeins að ná þeim niður, það er sumir sem eru bara algjörir fagmenn í þessu, sko. Og allt hefur þetta áhrif á leikinn og niðurstöðu leiksins? Já, maður sér oft haldast í hendur það, hvernig liðsstjórnin er á liðinu á svona gengi liðsins. Að þegar maður er oft líka séð bara, ekkert að skammast í því eða neitt þannig, en sumir foreldrar eru til þess að fara í fyrsta skipti, sem liðsstjórar. Og þá er alltaf bara svona frjálsaræði, þeir fóru að hlaupa bara út allt og það er bara keypt eitthvað að borða og, sem betur kannski sofa, liðin oft saman, sem þýðir að kannski þeir sem stjórna hvað mest og svona kunna þetta mest, að þeir svona leiðbeina hinum foreldrunum, sérstaklega með svefnin, því að það allir saman, þá kannski bara, þetta lið er að fara að sofa, þannig að bara hin liðin gjör svo vel að fara að sofa líka, sko. Já. En maður hefur aldrei lent í einhverju bilaðri harðstjórn, sko. Það er ekkert þannig, en það er alltaf einn og einn sem er svona ákveðinn og þykist vita hvað hann er að gera og oft er það þannig að veit hvað hann er að gera, þá er þetta ekki fyrsta mótið hjá honum. Nei. Og það skiptir rosalega miklu máli að hafa þannig foreldra. Það gerir lífið okkar miklu einfaldara. Nú tíminn alveg að hlaupa frá okkur og við þurfum að fara að hlauta þetta af. Í grunninn samt, þetta snýst það að sýna þjálfaranum og hans störfum virðingu, að treysta þjálfaranum fyrir því sem er best fyrir barninu og líka að taka sitt hlutverk sem foreldra alvarlega því að þar eru mikilvægir þættir eins og við vorum að tala núna síðan til þess að hlúa að og getuskiptingin, hún er ekki til þess að mismuna heldur til þess að finna verkefni við hæfi. Já, það er algjörlega þannig og bara, foreldrar gerir sig ekki alveg grein fyrir hvað þeir hafa mikil áhrif á krakkana. Við erum ekki með þau nema bara max klukkutíma á dag oft. Þannig að allt þess á milli er það sem foreldrar díla við, þannig að það skiptir rosalega miklu máli hvernig þau tala, hvernig þau koma fram við krakkana, hvernig þau tala ég veit foreldrar sem hafa sagt, þú ert betri en þessi, þá fer krakkinn bara að halda það og þá mætir hann og svo er hann ekki með þessum í hóp eða ekki í þessu liði og þá er krakkinn brjálaður, hvaðan fær hann þessi skilaboð? Hann er að fá þetta heima frá. Það skiptir rosalega miklu máli að foreldrar viti hvernig þau koma fram við börn. Jákvæð og uppbyggileg samskipti. Atli, takk hérlega fyrir að koma hérna og veita okkur þessa innsýn í líf knattspyrnu þjálfarans. Bara takk fyrir mig. Og takk fyrir áhorfið í þessum þætti. Við sjáumst hress í næsta þætti, en það er alltaf hægt að ná okkur líka inn á Facebook, heimasíðun okkar og inn á podcasti. Taktikinn er í boði Jakko og Joe's Akureyri.